Höfuðstóll er upphafleg upphæð á láni eða inneign í banka áður en maður fer að reikna vexti. Ef maður setur til dæmis peningin í banka, skulum segja ég seti 500.000 í banka, geymi það í ár, fæ 1% vexti, þá er þetta höfuðstóllinn. En eftir ár, eftir að ég er búinn að fá 1% vextina mína, sem eru þá 505.000 krónur, ég var 5.000 skall í vexti af 500.000 ef það er 1% vextir, að þá er þetta orðið nýji höfuðstóllinn. Og þegar það eru reiknaðir vextir fyrir ár númer 2, þá fengi ég 5.050 krónur og legg það svo við, þannig að höfuðstóllinn hækkar alltaf. Sama gerist með lán, ef að það fyrir svolítið eftir því hvað ég borga það hratt niður og hvernig afborganinnar eru, en höfuðstóllinn, hann breytist. Þó að upphaflegi höfuðstóllinn sé í raun alltaf sá sami, en við gerum alltaf upp nýjan höfuðstól eftir að við erum búin að bæta við vöxtum og fyrir að rekna þá fyrir næsta ár þar á eftir.